Ég heiti Eyþór Örn og í dag ætlum við að kynnast íþróttinni downhill. Við fengum Steina Sævar til þess að kynna okkur fyrir þessa skemmtilegu íþrótt. Hvað downhill? Downhill íþrótt sem snýst það að þú byrjar upp á toppi brautarinnar og átt að koma þessum hraðast niður. Það snýst bara að kunna þekkja brautina og vita hvar kaflar eru sem þú getur nýtt þér til að koma sem hraðast niður. Já. Hvað ertu búinn að stunda þessa íþrótt lengi? Ég tók þátt í fyrsta mótinu mínu fyrir að verða 11 árum. Það var í Úlfarsfellinu segi ég. Úlfarsfellinu, gamlu brautin í Úlfarsfellinu. Já. Er eitthvað sérstakt hjól sem eru notuð í þessi íþrótt? Við erum með fulldempuð hjól sem eru með svona stærri fjöðrun, það er bara allt stærra og sterkara á þessum hjólum. Já. Bæði bremsur, stell, dekkin eru grófari, betra grip. Það er allt meira á þessum hjólum heldur en fólk er svona vant að sjá. Já, en hlífðabúnaður, þú veist hvað hlífðabúnaður er mikilvægastur? Náttúrulega hjálmurinn er alltaf mikilvægastur. Já. En síðan annar hlífðabúnaður sem er notaður mikið, það er alltaf hanskar og hnjáhlífar. Síðan þegar við erum komin út í kannski hraðari og grófari brautir, þá erum við fannir að vera í brynjum líka. Sem eru alltaf í brynjum. Já. Bara fyrir eftir, þú finnur hvað þið finnst þægilegast. Já. Geta allir stundað þessi íþrótt? Já, það vil ég meina. Ættu allir að geta. Já, erum núna staddir upp í Heiðmörk í þeirra brautinu hér. Er eitthvað aðra brautir sem að þið farið í eða? Við erum með eina bestu braut bara landsins er í Skálafelli í dag. Já. Og þar fáum við að nota sér lyftuna á sumrin. Já. Til að hífa okkur upp. Það er opið yfir svona helstu, stæðstu sumarmánuði. Og síðan eigum við rosa flotta braut líka í Úlfarsfellinu. 2 brautir þar og Öskjuhlíðin náttúrulega og í Vífilsstaðahlíðinni. Og síðan eigum við 2 eða 3 brautir á Akureyri líka sem eru rosalega flottar. Já. Hvaða brautir þér best? Ég er hrifnastur af brautinni í Hlíðarfjalli, Akureyri. Hröðust og skemmtilegust. Takk fyrir spjallið. Eins og máli. Og að lokum ætlum við að fá að sjá myndbrot úr þessari braut í Vífilsstaðahlíð. It's been a long time since I left my hometown. My home now is here in the US, and I don't really seem to know how I will succeed if everything that people do here is powered by greed. Yo, the road to the top never ends, but then again you'll meet some people on your way that try to act like they're your friends, only cause they know that you'll make it to the top. As soon as you start falling down, son, you realize that they're not what they seem to be. Don't mean to be rude, but that's the truth. Look around you closely if you really need some proof. Yo, the youth of today will be the future of tomorrow. Make sure you educate your kids, cause your life's only borrowed. And if you don't trust me, yo, it's gonna hit them critically. And if you don't support your kids, I'm telling you specifically, they won't survive in society very long, and neither will their kids, cause the cycle carries on. The cycle carries on. What will you do when tomorrow comes around and hits you really hard and is trying to put you down? Would you give up or would you stand up and fight? Cause every human being gets a chance to make things right. What will you do when tomorrow comes around and hits you really hard and is trying to put you down? Would you give up or would you stand up and fight? Cause every human being gets a chance to make things right. I don't think they get it. Everything I've done without a doubt, I don't regret it. But forget it, let's keep moving and I'll talk about the past, cause it seems like it was yesterday. Your time really goes fast. I look at what I had and I look at what I have, and this microphone's the only thing I seem to have in common. But you won't notice cause you'll never see me frowning. Quite the opposite, fool, you'll always see me clowning. Just enjoying life, psh, I make it look so easy. Fuck the fancy shit, it's the simple things that please me. I just wanna earn enough to live and have a better life, and eventually take care of my future kids and wife. Truthfully speaking, the world doesn't need MCs. That's why I played it safe, and I'ma go get my degree, so that when I have a kid, he could see the way I see and build upon the visions that we're really